Arnfríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Félagar og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á því að þakka formanni A-nefndar fyrir sína góðu og ítarlegu kynningu á þeim greinum sem að hér eru lagðar fram af A-nefnd. Það margt í samtíma okkar sem gerir tilkall til endurskoðunar á ákvæðum núgildandi stjórnarskrár og eitt þeirra er trúfrelsisákvæðið. Það ljóst að hið trúarlega landslag gjör ólíkt nú í upphafi 21. aldarinnar frá því sem var þegar ákvæðið trúfrelsi var fyrst sett inn í stjórnarskrá árið 1874. Þá var trúfrelsisákvæðið fyrst og fremst sett til að tryggja öðrum kristnum trúfélögum sama rétt og evangelísk lútersk kirkja hafði haft síðan að lútersku siður komst hér á miðja 16. öldina. Í upphafi 21. aldar eru aðstæður allt aðrar, ekki aðeins hefur margbreytileiki meðal kristinna trúfélaga aukist til muna á síðustu áratugum, heldur fjölgar nú jafnt og þétt fylgjendum annarra trúarbragða sem og þeim sem mynda félög á forsendum trúleysis. Forsendan fyrir því að ólíkir trúar og lífsskoðunar hópar njóti virðingar í samfélagi okkar og sýni að sama skapi virðingu þeim sem eru annarar skoðunar eða trúar er að það ríki fullt trúfrelsi í samfélaginu. Við siglum nú hratt inn í meiri fjölbreytileika í samfélagi okkar en við höfum áður þekkt. Trúarleg fjölhyggja er eitt af einkennum okkar samfélags þrátt fyrir að stærstu hluti þjóðar okkar tilheyri ennþá kristinni kirkju. Það er sannfæring mín að það sé skylda meiri hlutans að standa vörð réttindi þeirra sem tilheyra minnihlutahópum samfélagsins. Þýski guðfræðingurinn Hans Küng hefur tekið svo sterkt til orða að það sé forsenda fyrir friði í heiminum að það ríki friður á milli ólíkra trúarhópa. En það vantar ennþá talsvert upp á það að öll trúfélög sitji við saman borð í okkar samfélagi og það nægir þar að nefna margra ára bið múslima á Íslandi til að fá úthlutað lóð fyrir mosku. Það margt sem bendir til þess að trú og trúariðkun muni gegna stærra og viðameira hlutverki í heiminum á 21. öldinni. Sekulariseringen sem var svo ábyrrandi í hinum vestræna samfélagi á síðustu öld hefur eignast harðan keppinaut þar sem fólk gerir auknar kröfur það að njóta frelsis til að fá að iðka trú sína í hinu opinbera rými sem og á enga vettvangi. Virðing fyrir þeim sem hugsa öðruvísi, sem deila ekki sömu trúar sannfæringu mikilvæg forsenda fyrir því að það ríki friður og sátt í samfélagi okkar. Franska leiðin þar sem trúariðkunin hefur verið hrakin út af hinu opinbera sviði leyfir að mínu mati ekki slíka virðingu. Virðing fyrir ólíkum trúarskoðunum þarf líka að vera til staðar hjá þeim sem hafna allri trú. Að sama skapi þarf að ríkja full virðing hjá þeim sem tilheyra trúfélögum í garð þeirra sem velja leið trúleysisins fyrirgeði. Þess vegna tel ég mikilvægt að stjórnvöld veiti ekki aðeins trúfélögum vernd, heldur einnig lífsskoðunarfélögum. Lífsskoðunarfélög eiga sér langa hefð í Noregi og margt getum við lært af Norðmönnum í þessu tilliti. Það þarf að sjálfsögðu að skilgreina hvað felst í hugtakinu lífsskoðunarfélag, en nú þegar löggjafinn búin að taka fyrsta skrefið, en í 1. grein laga skráð trúfélög sem tóku gildi árið 2000 segir meðal annars: rétt eiga menn á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Eigi má þó fremja neitt sem gagnstætt, góðu siðferði og allsherjar reglu. Á sama hátt eiga menn rétt á að stofna félög hvers konar kenningar og lífsskoðanir, þar með talið trúleysi fyrirgefiði, tilvitnun lýkur. Það heyrir til nýmæla í endurskoðuðum mannréttindakafla að telja trúfrelsi til mannréttinda. Í því felst viðurkenning á mikilvægi trúar og lífsskoðana í lífi hvers og eins.
Jafnframt vernd skráðra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga árétting á jafnræðisreglunni í upphafi nýs mannréttindakafla og þetta breyting sem ég tel tvímælalaust mikilvæga fyrir mannréttindakaflan í heild sinni. Hvað varðar þjóðkirkjugreinina þá eru vissulega margir í okkar samfélagi sem hafa mjög ákveðnar skoðanir á henni og þar sýnist sitt hverjum. Á meðan sumum finnst það lykilatriði að kirkjugreinin fari út og þjóðkirkjufyrirkomulagi verði afnumið, þá finnst öðrum það jafn mikilvægt að evangelísk-lútersk kirkja verði áfram þjóðkirkja og að staða hennar verði áfram varin í stjórnarskrá. Ég sammála þeim stjórnlagaráðsfulltrúum sem telja það ekki hlutverk okkar hér í ráðinu að ákveða hvort hér verði áfram þjóðkirkja eða ekki eða hver afdrif kirkjugreinarinnar í stjórnarskráni verður. Ég tel mikilvægt að þjóðin fái að ráða því. Frá því árið 1997 þegar lög stöðu og stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar tóku gildi hefur sjálfstæði þjóðkirkjunnar sífellt verið að aukast. Þau lög byggja á samningi ríkisins og kirkjunnar sem meðal annars kveða á að kirkjan láti ríkinu eftir eignir en ríki greiði í staðinn laun 138 presta. Nú í undirbúningi ný þjóðkirkjulög sem gera meðal annars ráð fyrir því að presta verði ekki lengur opinberir embættismenn. Hvort málin þróast í fullan aðskilnað ríkis og kirkju eða ekki verður aðeins ákveðið af þjóðinni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst brýnt að slík atkvæðagreiðsla eigi sér ekki stað fyrr en eftir að upplýst umræða hefur farið fram á meðal þjóðarinnar hvað fullur aðskilnaður ríkis og kirkju muni hafa í för með sér, meðal annars hvað varðar aðgang að kirkjulegri þjónustu fyrir þau sem hana kjósa. Slík umræða hefur ekki átt sér stað, hvorki innan kirkjunar né almennt í samfélaginu. Þess vegna tel ég að það sé farsælast að inn í nýja stjórnarskrá fari bráðabirgðaákvæði sem kveður á það að eftir x mörg ár eða 5 ár eins og stendur í okkar tillögum núna, þá muni framtíð íslensku þjóðkirkjuna verða ráðin í þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta upphaflega tillaga frá stjórnlaganefndinni. Ég tel að það ætti að geta orðið almenn sátt slíka niðurstöðu, bæði hjá þeim sem í dag styðja þjóðkirkjufyrirkomulagið og hinum sem telja slíkt fyrirkomulag ekki eiga við rökastýðast. Það mikilvægt að fá að vita vilja þjóðarinnar í þessu máli. Þjóðkirkjunni engin greiði gerður að vera til í andstöðu við meirihluta þjóðarinnar. En það heldur engum greiði gerður að framtíð kirkjuna verði ráðin af þjóðinni án þess að fólki gefist kostur á að taka upplýsta ákvörðun í þessu máli. Og á þeim forsendum þá styð ég bráðabirgðaákvæði þjóðkirkjuna. Takk fyrir.